Það er ekki Selfossleikurinn. Sigur. Við ræddum þetta í síðasta viðtali að þetta væri mjög mikilvægur sigur í þessu. Þetta væri gríðarlega mikilvægur leikur. Hvernig var þetta fyrir þig? Já, þetta var þetta eins og þú segir, þetta var mjög þýðingarmikill leikur fyrir okkur. Annars, möguleikarnir voru bara tveir að vera þarna niður í óþægindunum eða spyrna sér aðeins og fara að sjá aðeins svona upp í efri hlutan. Já. Og það sem ég var kannski ánægðastur með er að við vinnum þennan leik á þess að spila vel. Við vinnum þetta raunverulega á einhverjum 12 mínútna kafla byrjuð seinni hálfleiks. Það sem að við náðum bara að loka vel og refsa þeim. Og það er svona ákveðin þroskamerki þegar þú ert farin að geta unnið leiki á þess að kannski vera að spila sérstaklega góða leik. Já, það er, eins og þú segir, það er virkilega gott að vera með það að þú ert ekki í góðum leikjum. Eða finnst liðið ekki spila vel en samt vinna, það er frábært. Og eitthvað sem við erum ekki búin að vera vanir að sjá allavega svona framan af vetri. Nei, og ég minna þarna náum við sem sagt að við náum að tryggja ákveðna hluti, við náum að halda með háu tempó í leiknum og við fáum smá markvarslu í seinni hálfleik og náum að loka vörnin í korter og það dugar, skilur við. Þessi segir okkur það að þótt við séum ekki að spila vel, þá erum við svona farin að gera færri mistök og við eigum ekki jafn langa svona og kostnaðarsama slæma kafla eins og í upphafi móts. Þannig að þú ert inn í leiknum í hálfleik, bara 4 mörkum undir og 4 mörk, eru enga stund að koma. Ekki mikið í nútíma handbolta. Nei. En við ræddum þetta fyrir að þitt markmið var að fá liðið til þess að hlaupa meira og hraðar heldur en önnur lið og í rauninni hlaupa yfir andstæðingana. Tókst á móti Þór Káa, hvernig var þetta í þessum Selfossleik? Já, það voru sem sagt í fyrri hálfleik 33 sóknir sem er æðislegt tempó og í seinni hálfleik þá kemur það mjög fljótt í ljós að þær hafi ekki sama kraft í seinni hálfleik. Það er bara þessi Róberta Stropi sem hefur orku í seinni hálfleik. Hún skorar held ég 12 mörk, eða hvort hún skoraði 11 mörk af 14 í seinni hálfleik hjá þeim. Og hélt þeim svona inn í leiknum sko. En hjá okkur var þetta þannig að þetta dreifðist mjög vel. Annað mjög ánægilegt við þennan leik var að Ena átti frábæran leik, Króatinn okkar. Já, mér finnst hún vera að taka framförum. Ég hef verið að horfa hana bæði á æfingum og í þessu leikjum. Mér finnst hún vera í framför. Já, 4 síðustu leikir hjá henni eru búin að vera mjög góðir og þessi var svona, það er yndislegt fyrir hana að fara heim í jólafríi til Króatíu með 8 mörk á bakinu og bara mjög góða leik. Já, hún er svona kannski farin að venjast lífinu á Íslandi. Já, og svona kannski farin að svona spila með. Það var svona svolítið erfitt til að byrja með að þær komu úr öðruvísi handbolta, meira uppsettum handbolta, hægari bolta. Ég var að segja greindarlegri bolta, ekki þessi íslenska villimennska, það er svona meira uppstilltur sóknarleikur og klókindi og svona eins og það var hérna, var ekki Bílits? Já. Að þú veist, að koma svo í þennan skóla hér þar sem er alltaf verið einangra einn og endalausar fintur og árásir sko. Svolítið súgarsett bolti. Já, þannig að hún var svolítið lengi kannski að hoppa á þann bát en er að skila sér vel núna. Það er að koma til. Já. Það er frábært að heyra. Þetta var síðasta leikur fyrir áramót. Fyrir jól, já, fyrir áramót og er það bara komin nýtt undirbúningstímabil þá bara í gangi núna eða? Nei, eins og ég sagði í viðtali eftir leikinn, þetta er ægilegt púsluspil, það eru svo margir í burtu. Natasja og Ennur eru bara farnar út og Natasja fer í vikunni og svo er bara mikið af jólaferðalögum hjá unga fólkinu og með fjölskyldunni og ferðir, svona vikuferðir hér og þar, þannig að við tökum ekki neitt stökk núna eins og ég var að vonast eftir sko. En vonandi náum að halda því sem við vorum búin að ná í. En þú ert sáttur við svona skrefin sem hafa verið tekin af liðinu núna síðustu vikur og mánuði? Er það ekki rétt metið hjá mér? Jú, mér finnst svona að vera, þú veist, það er að fæðast fótur í sambandi við bara svona kunna að spila leikinn, kunna
að stjórna aðeins tempóinu, hægja stundum á sér og þú veist, stilla stundum upp og gefa sér tíma og af því að styrkurinn okkar þetta við erum með mjög hraðar stelpur og mikla hæfileika. En það svona að beisla þetta og búa til einhvers konar konsept, einhverja vél sem að virkar eins og við viljum og skila stigum. Geggjað, ég bara hrikalega ánægður með þróunina á liðinu og við hlökkum til að fylgjast með þessu áfram eftir áramótin. Já, við vonum að þetta haldi áfram. Já, við höfum enga trú á öðru. Það verði ekki neitt svona, sem sagt, pílan haldi áfram að fara upp á við. Já. Og gleðileg jól síðan bara, kæru áhorfendur. Svo erum við með mögulega, þú fara að vita í viðtali að það er svona verið að skoða hvernig þetta verður hjá Hauka TV núna milli jól og nýjárs. Það er mögulega verður einhver live þáttur, það er svona verið að skoða þetta. Já, æðislegt. Þannig að við hlökkum til að fara til það, þá ert þú klárlega gestur þar. En gleðileg jól. Já, gleðileg jól. Ásgeir, þá var það síðasti deildarleikurinn kláraður síðasta helgi, móti KA. Sigur, 1 marks, hvað segirðu? Ertu með þetta in a nutshell eins og þið segja? Nei, alls ekki. Nei, ég bara ánægður með sigurinn, það bara þannig og það var kannski tæpara heldur en þetta hafði þurft að vera en bara flott að fara norður, taka 2 stig og við höldum bara áfram að safna stigum, það er svona. Já, þú ert frá því þú tókst stig, við erum komnir í, fína stöðu, þetta er orðið bara svolítið þéttur pakki þarna og það sem eru eitt stig sem skilur að og 5 stig upp í FH ef ég man það rétt. Já, ég meina það er bara stutt í þetta og við erum búin að koma okkur núna í góða stöðu með þetta en það er samt mjög mikið eftir, mjög mikil vinna framöndan og við ætlum bara að halda áfram að vinna og fara upp töfluna. Ég óbilandi trúið eins og við segjum. Já, sigur fyrir norðan er alltaf sterkt, þeir eru drullu erfiðir heima að sækja, flottir í hraðablöfum og... Já, þetta er bara fínt lið, þetta er bara mjög góðir og ég meina, þú veist, þeir hafa verið bara að standa í öllum þessum liðum sem hafa komið norður og þetta var bara að segja, þetta var svona karakter í þessu að klára þetta og við komum eitt undir hann í seinni hálfleiknum og komum tilbaka og ég er bara ógeðslega ánægður með strákana. Síðasti leikur fyrir jól, það er bikarleikur á móti Víking. Hann er á fimmtudaginn, fimmtudaginn, 6:30. 6:30 í Safamýri. Safamýri, já. Það er bara fínt. Eðlilegt að mæta Víking í Safamýri. Já, það er bara tímandi breyta. Já, allt klárt og allir heilir og hressir og tilbúnir í þetta. En þá er það svona einhver smá ymsli í leikinn en það verður allir klára á fimmtudaginn. Geggjað, við þurfum að komast áfram þar og við þökkum fyrir í bili. Við sjáum svo annarkvort á milli jól og nýjárs eða eftir jólin, við sjáum til. Þetta er í skoðun.